Það rosalega spes sko fyrir okkur að horfast í augu við það að það kemur kynslóð sem að vill fara aftur. Já, vill setja stopp á eitthvað eða bara hvort sem það eitthvað einmitt pendulum fara allt og langt eða eitthvað rosalega drístart. Út af því að við höfum ekki svör við ungu fólki. Það ekkert, öflugt og ung kynslóð með skoðanir. Það sem munið sig að gerast og það bara algjörlega örugt. Það ekkert alltaf, kynslóðir verða ekkert alltaf bara kvíðnari og kvíðnari. Það mun bara koma kynslóð sem verður bara fokkinn og bara ekkert kvíðin og hún bara hrifsar til sín völdin bara eins og þar og ég held að það muni gerast fyrr en við höldum. Við erum ég held við þurfum ekki að hafa ágjörð af því að mannkynið sé að fara að deyja úr kvíða. Það eru rosalega margir í einhver svona Make Iceland Great Again feeling. Hann lúmskur sko, af því þetta ekki bara hægri fólk sem í einhverju svona, þetta var frábært í gamla daga. Þetta líka vinstra fólk. Bergur Ebbi Benediktsson. Þú kærlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara mjög gott. Er það ekki? Jú, þú ert að ná mér á góðum tíma. Er það ekki? Jú, af því að sko, við erum svona snemma morguns en ekki of snemma morguns. Ertu morgun manneskja, almennt? Nei, sko, mér finnst ekki vera komið dagum fyrir það byrjaði að vera bjart, sko. Nú erum við í desember. Þannig að nú er það ná mér svona eins snemma og væri góðu kostur. Já. Þannig að þú ert 3 tíma dögum svona, hvað var að segja, svona 21. Já, þá ekki, þá meðvitundin ekki, varir hún ekki lengi hjá mér. Nei, ertu sumarmaður almennt? Nei, en jú, mér líkar sumarið og líka veturinn. Og maður það bara einhvern veginn að, sko, mér finnst bara þess að, sko, var þetta skammdegið, mér finnst bara leiðinni þegar að byrja að vera dimmt mjög snemma, bara svona smá tíma að ná því höggi, svo fer maður aftur á okkar rönn seint kvöldið, sko. Já, ég er öfugt. Ég einhvern veginn, sko, mér finnst þetta að vera allt í lagi þangað til að ég geri mig grein fyrir þessu og það oftast bara svona í kringum janúar. Já. Þá fer ég alveg á krassar. Já, ok. Ég mjög meðvitaður þetta alveg frá leið og þetta byrjar að vera óreglulegt, sko, í nóvember. Akkurat. Sko, margt sem við ætlum að ræða í dag og meðal annars framtak sem að þú ert í, sem heitir Specia. Já. Og ég aðeins búinn að glugga í þetta. En ég ætla ekki að fara að útskýra þér fyrir hlustendum né þér hvernig þetta virkar. Þannig að sko, hvað er þetta og af hverju er þetta? Ég viðlaðandi núna nýsköpunarfyrirtæki sem að koma á fót fjárfestingaþjónustu fyrir almenning. Þannig að þetta fjártækni og töluvert svona tækniþróun á bak við þetta og við erum að fara að keppa við bankana og önnur fyrirtæki sem bjóða upp á fjárfestingamöguleika bæði sparnað og fjárfestingar almennings og reyndar annarra líka. Þannig að við erum að fara inn á neytendamarkað með vöru það sem fólk getur fjárfest. Og hver verður munurinn? Af hverju teljið ykkur út af því að núna umræður bankana, svona bæði í sambandi við lánakjör, fólk pirrað einhvern veginn út í bankana, þrátt fyrir það að lífeyrissjóðirnir séu líka í þessu, en arðgreiðslurnar út úr bönkunum virðast vera frekar góðar. Hver verður svona sérstæðið ykkar? Já, algjörlega, fólk getur og hefur örugglega alveg gegnum tíðina pirrað sig á bönkunum. Við ætlum svona að pæla sig minnst í þeim í rauninni. Bankarnir hafa sína kosti bara eins og gengur. Það ákveðinni stærðarhagkvæmni og fleira og bankastarfsemi, fjárfestingastarfsemi byggist náttúrulega ótrúlega mikið á að gera hlutina af festu og öryggi og það ekkert við bankana að athuga með marga hluti. Hins vegar þegar kemur að nýsköpun og kannski nýrri hugsun og hugsanlega líka bara betri þjónustu og betri verðum, þá hefur kannski skort aðeins á þann hluta. Það hefur svo lítið gerst í möguleikum almennings á að setja peninga inn í eitthvað annað heldur en bara sparnaðarreikninga eða kaupa aðra auka fasteign til þess að koma, ef að fólk býr svo vel að það eigi einhvern auka pening til þess að leggja fyrir, þá eru möguleikarnir svolítið takmarkaðir og sparreikningar, þó að vextir hafi virkað svona frekar háir undanfarið, þeir eru svona til lengri tíma ekkert að veita raunverulega ávöxtun sem að fjárfestingar eiga að geta gert. Stendur hérna upp á síðunni auðvelda leiðin til að fjárfesta í alþjóðlegu eignasafni. Já, annar hluti sem að mun aðgreina okkur ákveðinleiti það að við munum fjárfesta meira í erlendum bréfum, sérstaklega það kemur á hlutabréfunum, en það almennt svolítið home market bias á Íslandi. Bæði hvernig lífeyrissjóðirnir fjárfesta og bankarnir fjárfesta fyrir almenning. Það alveg í boði að geta farið inn í alþjóðleg bréf hjá bönkunum, en það yfirleitt há gjöld og ýmsar svona þjónustu hindranir og bak við það og það áhugaverða veit allt sem það. Það var ekkit einu sinni alltaf svona. Fyrir hrun var auðveldara að fjárfesta í erlendum bréfum og
það hefði hendað mjög vel fyrir flesta ef þeir hefðu haft fjárfestingarnar sínar í erlendu bréfum, ef það hefði verið algengara. Ein af ástæðanum fyrir hruninu, ein af mörgum, þessi home market bias. Við vorum náttúrulega komin í mikil cross-segnatengsl og mikið að fjárfesta í ykkur sjálfum, eins og gengur bara með spilabólkir sem allt og mikið hvílir á einhverjum ákveðnum stöplum, og það almennt bara gott til lengri tíma fyrir okkar fjármálakerfi og bankakerfi að dreifa fjárfestingum, og við gerum það ekki í sama mæli og löndin sem við viljum byrja okkur sama við. Það líka mjög jákvætt að almenningur fjárfesti, dreifi fjárfestingu sínum, sé ekki setja allt bara inn í bankana í kringu sig. Það miklu algengara að almenningur fjárfesti við þurfum ekki bara að horfa til landa eins og Bandaríkjanna eða svona landa með svona frjálsari markað, við líka bara í löndum eins og Svíþjóð, hinum Norðurlöndunum almenningur miklu duglegri að kaupa í hlutabréfum, bæði einstökum bréfum og í sjóðum. En ég höfuð mitt fór svolítið inn í þennan heim, og bara svo ég gera aðeins grein fyrir líka mínu hlutverk í þessu, af því ég náttúrulega að vinna með virkilega góðu teymi í þessu, virkilega reynslu miklu teymi. Georg Lúðvíksson, forstjóri þessa fyrirtækis sem heitir Specia, hann stofnandi og var lengi forstjóri fjártækni fyrirtækisins Meniga, sem eitt stærsta svona fjártækni venture sem hefur verið búið til á Íslandi, með 10 starfsmanna og ennþá í starfsemi reyndar aðalega að selja sína þjónustu í svona B2B umhverfi, þar að selja öðrum bönkum beint sinn hugbúnað sem hjálpar fólki að glögga sér betur á heimilisbókaldinu sínu, en rosalega mikið af öflugu fólki á þessu sviði, í fjártæknisviðinu, vann og hefur unnið hjá fyrirtækinu Meniga, og bara rosalega mikið reynsla sem að safnaðist upp þar, og hann á líka að baki önnur mjög öflug nýsköpunarverkefni. Ég líka að vinna, í þessu fjárfestingarstjóri maður sem heitir Tómas Áki Gesson, sem að starfaði lengi á Seðlabankanum og hefur stofnað sjóði áður, þannig að hann bæði svona hefðbundin bankamaður en líka með svona frumkvöla áru yfir sér, og svo bara virkilega öflugt forritunar og tækniteymi á bakvið þetta og öflugur hópur fjárfesta. Og það gaman að segja frá því að við fórum í fjármögnunar ferli núna á þessu ári, og við fengum meðal annars Guðmund Fertram Sigurjónsson með okkur í lið. Hann líka einn af þeim sem bakkaði upp Indó, sem að reyna að hugsa bankastarfsemi svona aðeins öðruvísi, svona smá independent hugsun þegar kemur að almennir bankastarfsemi. Þannig að það alls konar hlutir og væringar í gangi almennt þegar kemur að því hvernig fólk getur neitt bankaþjónustu. Og við finnum það líka að þetta að gerast líka hjá hefðbundu bönkunum. Það sameiningar í kortunum, það ótrúlega mikil hagræðing sem að getur átt sér stað í bankakerfinu til lengri tíma. Og hagræðing verður náttúrulega til meðal annars út af nýsköpun, þegar við sjáum að það að gera hluti á einfaldari hátt, og við sjáum alveg í okkar ferli að við getum með einfaldari forritun og bara kötta út marga milliliði gert hluti miklu einfaldari og miklu hagkvæmara, og við munum láta neytendur og notendur okkar þjónustu njóta góðs af því. Maður getur alveg hugsa sér að öll þessi hagræðing sem átt sér stað í bankakerfinu á eftir að eiga sér stað í bankakerfinu, það allt í lagi í stundu þó fólk pyrri sig og hugsi, en eru peningarnir að skila sér til mín. Við sjáum alveg, bankarnir veit alveg góða þjónustu, en þeir hafa líka lokað útibúum, þeir hafa minnkað ýmsa þjónustu. Þú þarft að borga eitthvað aukar til þess að fá samtali eða hitta fólk og fá þessa fjármálaráðgjöf sem þeir veittu sannarlega kannski fyrir 20 árum síðan, áður en að heimabankarnir allt kom. Það sumir vilja njóta þess með persónulegum hætti. Við erum ekkit endilega samt að sjá lægri gjöld eða að vextir hafi lækkað, hvernig svo sem það en við ætlum ekkit að skipta okkur frekar af því hvernig þessi bankar eru reknir, og þeir eru eflaust og eru náttúrulega stóran hluta í ríkiseigu, og bara það líka ýmis svona kvaðir og höft sem að hefta þeirra vöxt og starfsemi út af því. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt, en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stiltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara, og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. En bara aðeins svona til þess að því ég svo gera svona aðeins grein fyrir svona mínu hlutverki í þessu. Það var einmitt næsta spurning. Já, einmitt. Og hvar kemur þú inn í þetta? Já, ég hef verið að vinna svona svolítið á hliðarlínunum í alls konar nýsköpunarstarfsemi
svona í 10 ár eitthvað svoleiðis, frá því ég kom heim úr námi ég var kláraði það 2016, kom heim 2017, þetta er að vera 8-9 ár og ég lærði með svona nýsköpunar og framtíðafræði og ég kom heim og hef verið rosa mikið, eins og ég segi á hliðalínunni, mjög mikið að koma með bara styttri ráðgjöf inn í svona spretti, mjög mikið með fyrirlestra og hef verið svona aðeins inn í þessum heimi og þau sem að kannski þykja mína þjónustu, að kaupa mína þjónustu mest, eru oft fyrirtæki eins og bankar, vátryggingafyrirtæki, svo ríki og sveitarfélög og þess að sem eru kannski stærri einingar og eru með svona sophisticated starfsemi þar sem að það er svolítið value í því að horfa til lengri tíma, horfa til framtíðar og ég man eftir einn á momenti og ég held að það verið 2019, ég geti þetta fletti upp mjög auðvitað út af því að þetta var 100 ára afmæli LSR sem er lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og er stærsti, eða var allavega þá stærsti lífeyrissjóður landsins og er bara bara einn stærsta stofnun eða fyrirtæki landsins fyrir því hvernig þú lítur á það Nóvember 2019 það verið nóvember 2019, takk fyrir þetta af því að þau haldu upp á 100 ára afmæli hana og ég var nú ekki með stórt hlutverk á þessum degi ég held ég að verið beðin að koma í panel til þess að ræða svona eitthvað hvernig geta næstu 100 ár litið út eða eitthvað og ég kynnti mér aðeins svona sögu þessa sjóðs af þessu tilefni og þá sér maður það að þó að hann hafi verið að halda upp á 100 ára afmæli þá var það svona langt seilst að tala að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins í 100 ára árið 2019 því að þetta eru alls konar sameiningar einhverju litlir sjóðir sem að svo fyrsti verður sem til árið 1919 þannig einhver ekkjusjóður opinbera starfsmanna og eitthvað og lífeyrissjóðakerfi verður ekki til að neinu ráði fyrir 7. áratugnum að það verði okkur almennan hátt og það er á sama tíma á við náum svolítið böndum á vinnumarkaðnum með allega kjarasamningum og fleira, þá verður til þessu hugmyndum það að þegar allir að borga í lífeyrissjóð á þeim tíma þess að það er bara ein fyrirvinna á heimili og þetta er enga veginn orðið þannig almennt á sama hátt við þekkjum núna og lífeyrissjóðakerfið eins og við þekkjum það í dag er að mestu leyti tryggt í lögum árið 1998 sem eru komin 27 ár síðan en akkurat 10 árum eftir það þá verður hrunið þannig að það er rosa mikið vantraust strax á þetta kerfi og það að við getum safna peningum, fært jafnvel peninga á milli kynslóða og séum eitthvað svona auðsafnandi samfélag strax 10 árum eftir að þetta almenna kerfi kemst á laginnar og þó að sé liðin svolítið tími síðan við getum alveg gefið okkur það að við tekið 5-10 ára jafn okkur á hruninu, bara móral séð að láta einhvern annan fá peninga og að treysta því að þessi peninga verið til fyrir næstu kynslóð eða einhver áratugi fram í tíman og það má vel vera að sumar kynslóðin muni aldrei jafna sig á því en maður finnur samt að yngra fólk er svona horfir í kringu sig og sér það að í hinum löndunum þá er þetta raunverulega hægt og við eigum að treysta þessu lífeyrissjóðakerfi og ég geri það alveg og ég held að lífeyrissjóðirnir sé alveg vel reknir, bara eins langt á það nær og hef ekkert út á þá að setja. Hins vegar varð ég fyrir smá uppljómun akkurat á þessum degi sem við verðum í nóvember 2019 að ég var í þessum panel og vorum að tala um framtíðina og eitthvað, svo mann í lokin þá var þetta forstjóri sjóðsins að segja að það væri rosalega skemmtilegt að á þessu 100 ára afmæli það væri gaman að segja fólki frá því að akkurat núna hefði sjóðurinn yfir að ráða 1000 milljörðum af því að þú veist hvernig þetta er eitthvað markaðsgengi og stígur upp og niður eitthvað en akkurat á þessum degi eða þessari viku það fór heildar eignu sjóðsins í 1000 milljarða og það fylgdi því eitthvað svona það sem var svo fyndið það þetta var náttúrulega svona viðburður eins og gengur svona bara algjört eitthvað svona in-house fólk sem var mætt hana skilur bara, þú veist starfsmenn sjóðsins, kannski starfsmenn einhver annar lífeyrissjóða og þetta er bara fólk sem er allt vanda virðingu sinni og er bara vanda fólk og er að sinna vinnu sinni vel og ég myndi aldrei fara að kalla það einhverja elítu eða þau, allir þræðir fara í gang gegnum þau, ég vil ekki búið til einhverju tortryggni hins vegar svona er einhver ótrúlega skrítin stemning yfir því hverju fara er með allt þetta vald og allar þessar hugmyndir á landinu og það heyrðist eitthvað svona ótrúlega kraftlaust en samt eitthvað svona 1000 milljarðar og þarna var ég og mér finnst ég hef alltaf upplifað mig sem smá outsider í hennan heim, ég kem alltaf inn í þessi fyrirtæki bara stutt og sé eitthvað og ég hugsaði hver er að stýra þessum peningum og í hvað er þessi peningar að fara og er þetta ekki stærsta samfélagsverkefni okkar að því við þurfum að fjárfesta til næstu kynslóða, við þurfum að horfa áfram hver, það var talað, þú veist, það er innviða skuld og hvernig samfélag viljum við vera og hvernig viljum við byggja það upp, það fer allt í gegnum þetta, það fer í gegnum þessar risastóru kanla sem eru lífeyrissjóðir og svo eftir aðtökum líka bankarnir sem hafa verið að búa svo ótrúlega auðmagni og þá hnippi ég sem er með mér í panelinum
og segir bara hver stýrir þessu hann segir, nú ekki, ég meina það bara sjóðin hafa stjórnir í hvaða lífeyrissjóði þú, segir hann og ég segi eitthvað, ég í lífsverk lífeyrissjóði sem löngsaga en það var áður lífeyrissjóði verkfræðinga og eftir einhverja ráðgjöf sem ég fekk þegar ég var nýútskrifaður á háskóla sem var einmitt bara svipum tíma á hruni var þá fór ég í þann sjóð en hann reyndar gekk ekki smá hremmingar í hruninu en þetta var eitthvað svona lightning never strikes twice at the same spot rök eða eitthvað fyrir því að ég fór í þann sjóð, ég man ekki alveg hvernig það var og það bara besta mál, svona frekar lítill sjóður að sameinast núna almenna lífeyrissjóðnum og reyndar dæmi það hvernig þessar væringar að verða margir af þessum litlu sjóðum að sameinast þetta að vera svona stærri einingar í dag nema hvað, að mér bent á það að sé svona sjóðseigenda eða sjóðsfélaga sjóður, þar að segja hann lýðræðislegur að því leiti að sjóðsfélagandi sjálfur sitja í stjórn og þá hafði ég samband við sjóðin eða sem ég var, svo fór panelin aftur á stað og þessi náungi sagði við mig segðu bara í panelnum að þú vilji vera í stjórn lífeyrissjóðsins og þetta signala út, þetta svona eitthvað segðu að þú hafir áhuga á þessum málum og ég man ég gerði það og í kjölfarið þá var auðsótt að mér sagt, þú getur boðið fram í stjórn hjá sjóðunum og ég mætti á næsta aðalfund og ég var sjálfkjörinn í varastjórn og var komið þá í varastjórn og fekk stundum tilkynningar og hoppaði inn einhverja fundi og var svona komin einhvern veginn inn í þetta og læriði rosalega mikið af því og var líka í samskipti við fjármálaeftirlitið í tengslum við það að þú veist að gera ríka kröfur til þeirra sem sitja í svona stjórnum og bara allt sem ég hef lært af þessu það að það bara virkilega vanda fólk og vanda regluverk og allt í tengslum við þessa sjóði, bara svo það komið fram ég var ekki að komast að neinu öðru heldur en því hins vegar þá áttum að sig líka á því að það bara ákveðin bara svona sjóðir bara haga sér ákveðin hátt og það ótrúlega mikið svona conformity í því til dæmis hvað var það fjárfestingar svona ekkit rosalega mikið identity í einum sjóð umfram einhvern annan þetta svolítið svona alltaf sama línan nema hvað, ákveðin tímabúti þá ætlaði ég að steppa upp auka metna minn í þessu og það losnaði sæti í aðalstjórn en það kosið í það eins og ég nefndi að þetta svona lýðræðisdæmið og kosið það á aðalfundi og ég fór í framboð nema þá fekk ég mótframboð og það sem ekkert skrítið og bara mjög lýðræðislegt náttúrulega, maður sé ekkert sjálfkjörinn í þetta þó maður sé búin að sitja í einhverju varastjórn í 2 ár og ég varð svolítið hissa þegar ég sá að sá sem var á móti mér í framboði var Georg Lúðvíksson stofnandi og forstjóri í Meininga sem ég hef áður nefnt verkfræðingur með MBA-gráðu frá Harvard hann sat í stjórn Icelandair held ég á þessum tíma að það var nýbúin að vera þar virkilega öflugur náungi í íslensku viðskiptalífi framálmaður meðal verkfræðinga og bara svona svolítið visionær þegar kemur að fjármálum og sérstaklega svona fjármálum almennings og bara virkilega hæfur einstaklingur til að sitja í stjórn lífeyrissjóðs mikill fengur myndum að segja sko einhver sem ég hefði kosið sjálfur og ég var að hugsa á ég bara fólda og ég bara byrju hvað en við ég heyrði nú bara eitthvað í honum eitthvað og bara svona tók hljóðu og svo þetta náttúrulega í besta bróðirni sem svona kosningabaráttan fer fram fólk reynir að heyra eitthvað einhverjum sjóðsfélögum sem það þekkir tengstanetti mitt hjá verkfræðingum var kannski ekki neitt rosalega stórt en þetta endaði samt á því að ég fekk alveg ágætan fjölda atkvæða náðu svona aðeins að vekja athygli á því að mér langaði að sjá hlutina og gera hlutina aðeins öðruvísi og vildi komast í þessa stjórn en hann Georg sýnaði mig en við urðum í rauninni félagar í kjölfarið og ég svona sá það að hann með ýmsar hugmyndir framtíð fjárfestinga á Íslandi og hvað hægt að bæta fjárfestinga umhverfi, sérstaklega fyrir almenning og hvað það í rauninni ótrúlega margt svona sem staðnað og jafnvel bara ekki í takt við það sem gerist erlendis en það vitum við það að íslenskur almenningur að einhverju leyti búinn að nýta sér erlenda þjónustur til þess að komast inn í verðbréfakaup erlendis eins og Saxo og fleira en það alltaf bara svona ákveðin lítill hluti sem að mun gera það af því að það þá er það nýtaði þjónustu sem ekki undir eftirliti fjármálaeftirlitsins og svo framvegis þannig að úrvala hann sagði mér frá hugmynd sem að hann var með þegar maður stofna fyrirtæki sem að síðan að verða núna Specia ásamt Tómasi Gessinni sem að ég nefndi hann áðan og ég hef svona verið með alveg frá upphafi í svona smá concept making og ég setja saman þessa hugmynd og hef komið sér inn í það á meðan það verið að þróa þess að vöru inn í að þróa í rauninni hvernig þetta verður kynnt og hvernig þetta verður sett fram fyrir fólk út af það skiptur ótrúlega miklu máli út af því aðmálið þegar kemur að því að safna
sparifé almennings og bjóða upp á einhverja fjármálaþjónustu að skapa traust og bara vera gegnsæ og þess vegna finnst mér bara gaman að hafa sagt frá allavega minni hlið á þessari sköpunarsögu. En fólk getur kynnt sér þetta betur, við erum komin í loftið bara með svona kynningavef sem specia.is en förum ekki almennilega loftið fyrir en á næsta ári, 2026. Já, akkurat, það stuttið það. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hérna, það margt í þessu. Mér langar aðeins að sko, peningar og tækni. Mér þykir svona eins og ég kaupi svona gull gegnum Revolut. Sem svona fyrirtæki sem svona alhliða þjónusta svolítið og hefur verið að gera það og það sem svolítið sérstakt í þessu að maður svona eftir því sem maður kynnir sér betur þessi svona fyrirtæki, það var einhvern veginn tæknin byrjuð að taka yfir fjármagn rosalega mikið og mér finnst við hafa svona fjarlægst ákveðnar hugmyndir verðmætasköpun. Og það kannski það sem ég langar að ræða núna að þessi svona tækninýjungar sem að hreyfast eins og við vorum að tala núna bara áðan gervigreindina aðeins áður en byrjum að taka upp að hún einhvern veginn hreyfast svo rosalega hratt og við erum alltaf að tala um það hvað þú náttúrulega skrifaði bókina Skjáskot og varst líka með sýningu sem ég fór á sem alveg frábær að mínum mati þar sem varst einmitt bara að tala um hraðan á allir sem að gerast í okkar lífi. Og það var samt áður en það fór einhvern veginn allt alveg af stað sko. Já, nákvæmlega. Þetta orðið nokkur ár síðan sko. Nákvæmlega. Og hraðin orðin margfalt meiri og í síauknum mæli að aukast. Og mér finnst það svolítið líka við það hvernig við tölum peninga. Já, ég sammála. En sko, ég sjálfur nefnilega svolítið, ég svolítið íhaldsamur miklu leyti. Ég ekki alveg að kaupa gullið samt sko, eða stokka mig upp á því sko. En ég man þegar allt í einu það var rosalega bylting eins og hvernig þú fær greiðslumat. Þá ég man að þetta var svolítið bara tölvöld langt ferli eitthvað, safna einhverjum útprentuðum skjölum saman bunka í bankan, og tók langa tíma og svo þurfti maður einhvern veginn að fæla þetta inn og það var verið að prósessa það. Svo kom rosalegt stökk allt í einu þegar það var búið að beintengjast inn á bara skattinn og hvað þú átt skuldar hjá námslánum eða eitthvað, bara allir þessi staðir og þetta tók allt í einu 20 sekúndur. Og ég man það var eitthvað svona moment til að við kostar samt mikið. Já, svo það einmitt. Ég alveg til í nefnilega að halda langa tölu það allt saman. Ég var líka aðeins að minnast á það áðan að allir þessari hagræðingu sko. Líka hvað ótrúlega létt að borga húsnæðisláni. Af hverju seðilgjaldið 495 krónur? Hvað það sem að hvaða seðill? Já, hvaða seðill þetta? Greiðslugjald og allt þetta og bara greiðslumiðlun og allir þessi milliliður og þetta penny pinching alveg svakalegt sko þegar það ég held að sé að gera mikla gangskur þar þegar kemur að bara nýta tæknina. En varðandi með hraðan, að því ég skilji, sko, mér fannst þetta bara vera næstu í svona, allt í einu var ég komið greiðslumat upp á það, að geta keypt bara og fengið lán upp á 10 miljóna. Og ég man eftir þessu því að þetta var bara allt á appi og ég hugsaði, nú fer þetta í gang og þá snýrist eitthvað svona dót, ég bara, ég ætla að fá mig kaffi. Þú veist, ég var inn í bankanum þegar þetta var að gerast, ég ætla að fá mig kaffi. Ég náði ekki að fá mig kaffi, það var bara strax komið og það bara næstu ég bara skrifað undir, þú getur tekið þetta lán, það bara búið að prósessa þetta og ég einn af þeim sem svona smá alltaf líka til hluti að vera rosalega auðveldir og léttir, bara hægjum á okkur, við þurfum að skilja, það eru rosalegir hagsmunir á bakvið en að þessu sögðu þá held ég að meginmarkmiðið að fólk öðlist svona tilfinningu fyrir hvaða viðskipti eiga sér stað og hvernig hlutir gerast. Og þegar kemur það til dæmis því sem við erum að þróa, sem það að fólk kaupi í sjóðum eða í hlutabrjöfum, þá þessi tilfinning, það gengur margir í gegnum þetta að þeir keyptu í Íslandsbanka útboðinu eða þeir seldu bréfin eftir atvikum, að það ótrúlega skrítið samt þegar kemur svona ákveðið lag og þú veist ekki alveg hvort þú sett búin að selja eða ákvaða gengin ákvaða þú seldir. Þú eftir að fá kvittunina, það svona tilboð móttekið, samt ekki klárað. Já, og
þannig að sko annarkvort bara hafa þetta bara hratt og örugt, skilurðu, bara nákvæmlega eins og þú ferð í búðuna og kaupir mjólkina og setur hann í körfuna, þetta er bara komið, eða hafa þetta það bara ótrúlega hægt, skilurðu, mér finnst við vera oft í einhver svona millibili og við viljum útrýma því. Mér veist, já, kannski ég full íhaldsamur, mér finnst bara alltaf svo skrítið, þú veist, eins og þegar þú hérna fer ekki greiðslumat í dag, þá er þetta bara svona grænn kassi, allt sem að þú veist, já, kreditinfo er búið að samþykkja þetta, skattframtalið er komið hérna inn og þetta er komið hérna inn og ég eitthvað svona, en þú veist, við erum kannski að tala eins og þú varst að segja, 60 milljónir sem ég er að fara að taka að mér á einhverjum lánakjörum sem að ég í langflestum tilfellum skil ekki alveg, skil ekki hvernig getur þróast. Já. Og ég einhvern veginn, svo þessi aftenging er einhvern veginn að mínum að þetta er svolítið einkennileg út af því ég held að sérstaklega þegar við erum talað um ungt fólk sem er að fara í fyrstu kaup. Já. Og ég til dæmis búin að ræða mikið hérna hlutdeildarlánin hérna. Þar sem að þú leggur fram 5%, ríkið tekur 20%, eða þá að reyrverk eða einhverjir stórir verktakar er að taka. Já, þessi nýja lausn sem við verðum búin núna, já. Og þú ert að borga leigu af því fjármagni oft ekkert mjög hagstætt fyrir þig svona þegar upp í staði sko. Nei og ég menna þú veist ef að til dæmis þú ert að taka þetta á verðtryggðu láni og þú tekur til næstu 3 ára þá er það búið að hækka og segja eins og svo að það verði einhvers konar endurmat á fasteignamati að þá getur þú allt í einu verið komið í neikvætt eigið fé og komið í ákveðin bobba og hvað þýðir það ef þú átt ekki fyrir lánunum út og þú missir vinnuna. Ragnar Þór Ingólfsson sagði núna bara í pontu síðast í gær á Alþingi að hérna spár gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni koma til með að aukast verulega. Og ég er einhvern veginn svona að leggja saman þessar breytur pluss þennan hraða sem við erum búin að tala um. Og ég er eitthvað svona ég veit ekki eins og hvað það er, ég næ ekki að festa fingur á það hvað það er að trufla mér. En einmitt að steita kannski á einu skeri ef eitthvað eitt, það er alveg alltaf svolítið hætt við það og svo er allir búin að binda sig við kannski einhver kjör sem að ganga upp bara við einhver ákveðnar aðstæður og eru ekki læs kannski á hvað býr undir niðri sko. Þannig að það er alltaf ákveðin kerfishætta við það. Það er sérstaklega sko þegar við erum búin að tala um það er búin að stemming fyrir til dæmis fasteignakaupum síðast neginn svona, langar að segja sérstaklega senstu 4 ár. Svona og yfir COVID að þá voru svona strákar í kringum 22 ára sína mér svona portfólió þeirra af hérna hlutabréfum. Eða þá að tala um að þau væri búin að kaupa fasteign og það væri alveg frábært og það er náttúrulega að tala mikið fyrir því að eiga fasteign er einhvern veginn orðið ákveðin svona gæðastimpill á manneskjuna. Og hérna og þar af leiðandi tel ég að þegar krakkar eru til dæmis að taka, þú veist ég er að taka 60 milljóna króna lán en svo kannski, horfi ekki að heildargreiðsluna sem er 206 milljónir eftir 40 ár og kannski það er alltaf læg út af því að laun munu koma til með að hækka en við erum einhvern veginn að sparka dósin alltaf undan okkur sko. Já. Það er bara búið að framreikna skuldbindingarna fram í tíman og það er það sem að fylgi kannski að vera einhverju þróuðu efnahagskerfi en hérna það er einhver þolmörk fyrir því. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er reynd út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Á sama tíma og þetta er veruleikinn. Það er erfitt fyrir ungt fólk að koma sér á fasteignamarkað og fólk er að binda sig kannski við kjör sem eru ekkert allt og góð til lengri tíma litið. Þá er samt auðsöfnun í þjóðfélaginu og nú erum við komin út í, við þurfum ekki alveg að fara í kannski pólitíska umræðum hérna hvernig auðnum er skipt en það er áhugavert samt svona þetta kynslóðabil sem hlýtur að vera eitthvað sem við förum eru út fyrir bara sósíalismi versus kapitalismi. Það voru að birtast fréttir núna um það að ríkisstjórnin er búin að gera ráð fyrir auknum tekjum í erfðafjárskatt og það er bara einfaldlega út af því að það er miklu meira af peningum að veltast í gegnum þann kanal núna. Miklu meira, heldur bara fyrir 10-15 árum. Eldri kynslóðunar eru bara í töluvert mikilli auðsöfnun og ef þá að filtera þessa peninga til næstu kynslóða þá nær alltaf ríkið að taka smá skerf af því í formi þessa skatts.
og það greinlegt að það til dæmis mjög mikil aukning á fyrirframgreiddum arfi og það meðal annars út af því að þetta eru eldri kynslóðir, hvort sem það eru foreldrar eða ömmur og afar, að reyna að koma peningum til yngri kynslóða til þess að geta fjárfest og þetta náttúrulega þetta getur líka verið hættumerki bara fyrir okkar þjóðfélag að það sé sko bara möguleika fyrir suma svona eftir auðsöfnun í fjölskyldum hvort þú getur komist inn á fasteignamarkað eða ekki. Það hlýtur að, við viljum hafa þjóðfélagið sem hlýtur að geta gert það á þess að fá þann stuðning. En þetta eins og eitthvað sem við þurfum að horfa á stjögu við. Það auðsöfnun í þjóðfélaginu. Það eru meiri peningur á milli handana, það meiri sparnaður, það meira rými til þess að fjárfesta í einhverju umfram þína eigin fasteign. Og það meðal annars það sem við erum að koma inn á með okkar vöruðarni og Spesíu að fyrir 15-20 árum þá varst þú ekki að fara að setja á fót einhver fjárfestingaþjónustu nema bara fyrir einmitt einhverja kalla í jakkafötum, einhverja fagfjárfesta eða hvað hafa verið kallaðir svona uppnefndir, einhverju elitu típur. En í dag þá alveg raunveruleg ástæða fyrir eitthvað sem við getum kallað mass affluent eða millistjætt sem kannski búin að koma sér svolítið fyrir að huga að því, ætla ég að geyma minn umfram sparnað, á ég að geyma þetta allt bara á sparireikningi, af því að þó þeir séu að gefa einhverjar 7-8% vexti í dag, þá þetta aldrei neitt mikið umfram verðbólgu og sögulega séð, þá þetta ekki að gefa neina ávöxtun umfram verðbólgu og þú ert að missa af alvöru ávöxtun sem að síðan getur safnast upp með vaxtavöxtum og gefið raunverulega nauð. En fólk hefur einmitt líka verið að kaupa mikið auka íbúðir. Það alveg rosalega stórt, það hafa gefnir út skýrslur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun það og ríkisstjórnin vill svolítið þrengja að þeim möguleika líka af því að þetta hefur mjög mikið komið til út af skattahagræðingu sem það hagstætt skattalega séð að kaupa auka íbúð og það ekkert endilega sjálfgefið form og hvort sem að þessi ríkisstjórnin einhver önnur mun breyta því eitthvað þá mun það örugglega koma einhver hreyfingu líka á þennan spari fjármarkað þar sem fólk þarf að leita fjárfestingana annars staðar. Já, þetta fyrirtæki mjög gott upp á þetta að gera að núna þegar að skattar fjármagnstekjuskattur fjármagnsskattur mun vera settur í 22% á sölu og hagnaði fasteigna umfram ég held þriðju eign. Ég var að tala við Örnu Láru það svo mikið af fólki út á landi sem með auka íbúð í bænum þeir munu ekki verða rukkaðir þetta. Heldur að verða þessi svona eignum með 3. Já, þá eftir að gera svona eftir að útfæra þetta. Þetta samt þetta mjög sérstakt því að peningar eru líka í þessum hraða að þá finnst mér eins og peningar séu líka orðnir ég veit ekki hvernig ég orða það einhvern tímann höfðu hugmyndum þetta sem náttúrulega bara þessi pappír sem þetta og að ef þú myndir bara geyma þetta í dínunniðinni að þá myndir einhvern veginn vera að græða en núna við einhvern veginn búið við það hagkerfi að peningar í dínu bara versta hugmynd sem að þú getur fengið út af því að peningar að hreyfast svo rosalega hratt og ég hef náttúrulega veltið þessu upp þegar við vorum í COVID þar sem að stöðugleikareglan var náttúrulega afnumin og við vorum sett í þann fasa að 400 milljörðum var spólaðinn á hagkerfið umfram það sem að átti að vera. Nú erum við komin með 1600 milljarða fjárlög fyrir svona 10 árum voruð einhverjum 900 milljarða. Við erum að hlaupa svo hratt með það hvers konar verðmæti peningar eru. Og það sem kannski gott við þetta sem allavega, ef þú hljóma eins og segi, ég náttúrulega ekki með góðan skilning á þess og þú en að festa fjármagn í einhverju sem ekki fjármagn orðið miklu mikilvægara í dag heldur en maður gerir sér grein fyrir eins og þegar fólk allir með þess að núna fara að kvarta yfir því að fasteignir séu að fara að lækka í verði að þá ertu samt bara að kvarta yfir því að bólan sem búin að verða að einhverju leiti að fara að dvína örlítið en langversta við þetta náttúrulega það að fyrstu kaupmyndir eiga svo erfitt með að komast inn á markaði en það alveg rétt, fasteignir getur lækkað að raunvirði við kannski ekki endilega sjá krónutölu lækkun en það getur lækkað því við erum í þessari stöðu verðbólgu og þó að það séu einhverja vísbendingur og það hún sé hérna þá getum við verið að horfa á það við erum líka bara einhvern veginn orðin svolítið vöni og það þessi hraði og þetta einmitt býr til svona smá fyrringu fyrir verðmætasköpun og hvernig hlutir verða til við erum alltaf einhvern veginn komin 1-2 ár fram úr okkur í huganum við erum búin að framreikna alla hluti og skuldbita okkur fram í tíman
og það verða leiðréttingar náttúrulega eins og gengur og þannig eru frjálsir markaðir en við vonandi erum búin að þroskast upp úr því að leiðrétting sé bara alls er að hrun og alls er að vantraust. Við sjáum til hvað það er. En hvernig er það, sko, út af því að núna þetta er tækninýjung og mun byggja mikið á því að nýta þessi tæknina. Já. Ertu alltaf spenntur fyrir tækninýjungum? Út af því að eins og segir þegar maður var að skjá, sko, þú varst bara að pæla í hvernig heimurinn geti orðið og varst með, skilur, að mínum að þetta frekar bilaðar hugmyndir það, en margt af því hefur einfallega orðið að raunveruleikanum. Sko ég reyni að vera, ég örugglega segur það að vera svolítið spenntur yfir þess að því maður bara spenntur yfir breytingum og þegar skákborðið breytist einhvern veginn. Ég reyni einhvern veginn að vera eins móralslaus og ég get gagnvart þessu bara þegar maður í þessu greiningarhlutverki og þú þekkir það kannski líka bara þegar þú ert í bara þínu starfi hérna að spyrja fólk spjörunum úr og svona, þú veist, það örugglega bara betra að reyna einhvern veginn að vera bara, þú veist, besta leiðins að komast að mest juicy greiningarnar eru þegar maður svona hvorki að finnast þetta að vera frábært nýja eitthvað hræðilegt sko. En auðvitað einhverja línur sem maður hefur áhyggjur af ákveðnum hlutum það alveg sjálfsagt til dæmis bara svo maður afmarki eitthvað þú veist að núna með tilkomu spunagreindar og svona þessari sprengingar í gervigreind ég meina það alveg Hvað spunagreind fyrir þá sem eru að hlusta? Spunagreindin hérna sem sagt þegar það eru mállíkunin það eru eins og ChatGPT og þess að þar sem að þú getur talað við tölvunar og hún hérna og LLM-in, Large Language Models þau geta búið til samtal við þig og hérna og það ákveðin hérna fasi af þessari gervigreind sem að held ég sko virkaði eins og algjör sprenging fyrir okkur af því að þarna erum við snertifluturinn á milli manneskjunnar og tæknar orðin svo smooth sko. En hérna, já ég ætlaði bara að nefna að það alveg ástæða til þess að hafa ágjur á ákveðnum þáttum svona í menningunni og fleira svona talandi hraðan sko og eitt af því meðal annars tungumálið okkar, þú veist, örtungumál hins vegar margt við þessa tækni það marga vísbendingar um það að þetta stuðli frekar að varðveislu tungumálsins heldur en margt annað í upplýsingatækni fram að þessu sem var svolítið háð einhverju universal reglum það allt færi fram á einhverju stöðluðu máli sem var bara bundið við stærri málsvæði en ég reyni að vera spenntur fyrir tækni mér okkur að nefna eitt hérna, þú ert búin að tala um hraðan ég held að það sé rosalega góður punktur hins vegar, ég skrifaði einu svona pistil ég held að hann sé hann skrifaði fyrir Heimildina ég held að það sé bara opinna þetta flettanum upp hann heitir Hraðablinda og ég að reyna að fara rauk fyrir því þar því ég var svo mikið að pæla svona eins og þú bara, það alltaf að vera hraðar og hraðara hugsa, er þetta einhver leiti er þetta einhver leiti skyn villa, það að segja það eru bara ákveðnir þættir sem alltaf að farast hraðar og hraðar og við sjáum ekkert að þá og erum að missa af því og við erum minna að pæla í hvað reyfast hægar og mér minnir í pislunum mín að taka dæmi það því ég svo obsessed af sko þróun alls konar hluti eins og sko tónlistar mikið að pæla alltaf í gamalli tónlist og sko tónlist og tónlistasköpun og hvað var hægt að miðla með tónlist bara hvaða hugmyndir var hægt að miðla með tónlist og hvernig það var gert tæknilega það þróaði svo rosalega hratt frá svona 1960 til 80, 85 eitthvað svoleiðis bara upptökutæknin líka bara orðfærið bara tungumálið og miðlunin líka bara plötuspilarar, síðan geislaspilarar, útvarp, MTV þú veist, tónlistamenn fóru frá því að vera einhverjum entertainers á einhverjum klúbum sem höfðu svona takmarka vægi í að vera einhverjum andlegi leiðtogar heimsins yfir í bara að verða sko stóru bara páfar veraldarinnar þetta gerist á einni kynslóð og þetta einn stórkvæmstasta bylting bara sem að þú veist, við erum ennþá og bara fólk ennþá á lífi sem að lifði það þessi fræga babyboomer kynslóð sem svo entitled að því hún einhvern veginn breytti heiminum í einhverju flower power bara gegnum músík það var svo brjálæðast mikið hraði í þessu að þú heyrir lag frá 1966 þá heyrir það allt öðruvísi en lag frá 67 það eru konar nýjar hugmyndir, önnur upptökutækni þeir segja aðra hluti djarfari hluti, þú veist, það breyting frá mánuði til mánaðar á hverju einasta mánuði í næstu 20 ára tímabili nú ég kannski orðin gamall skarfur sem bara svona að það hljómar alltaf eins í dag en ég þóra eiginlega fullina að til dæmis frá 2000 til 2020 þá ekki það sama upp á teiningnum til dæmis hvað var þar miðlun á poptónlist miðlun og sköpun og poptónlist þannig að hraðin miklu hægari eða þú veist, hraði hægari bara, það ekki lengur hraði það bara, þú veist, miklu meiri stöðnun það líka ekki þetta svona Venn-diagram sko við pólitíkina já, þetta náttúrulega einhver mesta pólitíska gerjun sko, það er náttúrulega að tala seinna stríð og það er að tala fasismann og fleira
en aftur á móti sko í svona okkar hvað við segja, svona menningar nærumhverfi sem náttúrulega Bandaríkin að stóru leyti að þá var ótrúleg breyting á þessum tímum varðar til dæmis hugmyndir okkar mannréttindi og fleira Já, hann spratt upp frá þessu og pólitíkin var með rosalega stóran snertiflöt á þessu öllu sko. Hlaðvarp í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekki svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. ég er með svona kenningu að þú tala Venn diagram sko, að sem sagt það sem gerist á það sem þú kallar gilda fimmann, það 1967 til 72 það verður einhver fullkominn samruni, ég veit ekki hvað það með þess að fólki þarna sem að horfa á þetta, Ég set bara close up. hérna á milli sköpunar sem náttúrulega alltaf virkilega mikilvæg sko, og ég vil alltaf meira hún sé svona driving force. Nú erum við bara að tala tabransan, það sem sköpunin og listin hafði bara sitt vægi, aktivismin bara hefur næstu jafn mikið vægi, þar að segja að það var ekkert varið í þetta nema þetta væri að breyta heiminum og væri tengt við einhverju stórar hugmyndir, ekkert bara sósíalískar hugmyndir, bara alls konar hugmyndir sem að og svo business hlutin, kapitalismin kom inn í þetta líka á þessu 5 ára tímabili að því að síðan má færa rauk fyrir því að business hlutin hafa aðeins tekið yfir, aktivismin hefur jafnvel tekið yfir stundum, listin verður alltaf að vera til staðar, en á einhverju 5 ára tímabili þá var einhver fullkominn snertiflutur á milli það sem voru rosalega miklu peningar í þessu og ég meina John Lennon var það ógeðslega ríkur þú veist, hann var stórkostlegur listamaður, stórkostlega beittur þjóðfélags gagnrýnandi og með aktivisman, hann var líka rosalega ríkur og þetta kom allt saman á einhverju tímabili og það býr til svo ótrúlega mikinn hraða og bara og breytingarafl sko, einhvern tímann vildi ég meina að þetta hefði svolítið færst yfir sko. Svo þegar ég fór að læra þessi framtíðar og nýsköpunarfræði sem ég minnst á að það var 2015 og fór ég út í það nám þá var ég náttúrulega bara innan fólk sem hafði áhuga á einhverju nýsköpun og einhverju startup menningu og var bara inn í þannig einhverju búblu í einhver 2 ár sko, en þar var fólk alltaf að skiptast á svona deila einhverjum vídjóum af einhverjum kynningu og einhverju startup dóti og einhvern veginn var sagt, sjáðu þetta slide deckið, fyrsta slide deckið þegar Airbnb var kynnt fyrir fjárfesta eða eitthvað í seed round 2 eða eitthvað og það hét ekki einu svona Airbnb, það hét eitthvað Air Bed and Breakfast eða eitthvað, það hét einhverju svona og logoðu var alltaf ógeðslega ljótt og þetta voru svona einhverju gaurar, þetta alltaf einhverju gaurar, svona einhverju San Francisco gaurar, svörtum bólum og eitthvað og þeir voru með einhverju kynningu og hún var, og ég hugsaði þetta svona She Loves You, okkar tíma þú veist, skilur og þú veist, og ég að segja það með svona smá hæni að þú veist, þetta ekki beautiful eða geggjað, skilur maður ekki gæsahúð, samt fær maður smá gæsahúð líka út af því að það sem að þessi gaurar að koma með eitthvað, Air Bed and Breakfast, voru með einhverja glæru eitthvað, we have this idea of eitthvað svona tengja saman og þú veist, þetta svo, maður bara, wow, bara ef maður hefði bara vita þá hvað þetta ætti eftir að vera og þetta bara 2009 eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta springur út og það hraði, það eins og Beatles í Ed Sullivan Show 64 segi ég, cut to 3 árum seinna en allir bara eitthvað í Indlandi bara einhver síðskegg og bara þú veist eitthvað að breyta heiminum, bara hver hefði trúað því að hraðin svona mikill. Mér finnst þetta að vera þannig að þú veist, það rosalega mikill hraði en hann á afmörkuðum sviðum og hann á sviðu upplýsingatækni, núna gervigreindar, hann búinn að vera í San Francisco núna hann þetta víðar, það verið að þróa gervigreindar víðar, verið að þróa hann í Kína, það verið að þróa í Frakklandi og hraðin ógeðslega mikill og það ungt fólk sem keyrir þetta áfram og þetta bara stemning og það eru peningar og stundum jafnvel einhver sósíal aktivismi að einhverju leyti. Pældi líka sko, þú veist, og það líka önnur svona skrítin breyta í þessu þegar að allir, núna allir þegar Elon Musk kaupir Twitter að þú veist, hann að tvíta eitthvað eitthvað sem að gerast á Íslandi maður eitthvað svona, hvernig hefði bandarískur auður verið gert það fyrir einhverjum áratugum og þú veist,
eins og Mark Zuckerberg og Jeff Bezos og fleiri, svona þessir stóru aðilar breyttust frá því að vera svona hvað segja, svona mildir, svona social justice og allt í einu var það ekki cool sko, þá verður allir vera sko komin á stera einhver liti bara raunverulega bara, eða ekki bókstaflega, en líka svona theoretical og það sem að mér finnst svo sérstakt í þessu svona umhverfi bara að við erum að hreyfa svo ótrúlega hratt og til dæmis á þessum samfélagsmiðlum þá erum við að taka inn það mikið upplýsingum að við höndlum það ekkert að til dæmis ég held að manneskjan sé ekki gerð til þess að sjá mikið af ofbeldismyndböndum á Twitter án þess að það breyti þér og sama gildir Facebook að það sé að vera að tala það að íhaldsmenn sem einhvern veginn ósamálaðir að segja að það einn og einn íhaldsmaður og það bara það hérna sama sem merki við Bjarna Ben og það hann vondur maður út af því að þeir eru einhvern veginn með ákveðna snertifleti. Ég heldur sem ekki búinn til fyrir þetta. Sko ég tilbúin að þú vart að spyrja hvort ég væri spenntið fyrir tækni eða hvort ég sé svona smá lútiti líka, svona íhaldsmaður sem vill bara, sko ég tilbúin að ganga svolítið langt í að segja að ég vil meina svona reel kultúr, TikTok kultúr, Instagram, ég vil meina, sko ég held að þetta verði bara eins og sígarettur. Þetta er þessu sígarettur. Já, og ég var með uppisansefni þetta að sko, þú veist, og nema bara, ég meina þetta samt sko, að þú veist, ég meina þegar Þorgrímur Þráinsson var að tala gegn reykingum bara árið 1990, þá voru að taka bara, þú veist, hætti þessu maður, svo lame, eitthvað, þú veist, bara svona spoiling the party, skilur þú veist, og ef maður kemur einhvern veginn inn í þetta núna, bara þið vitið að, þú veist, þetta er sko að fara að stytta líf ykkar, eða skilur, ég er tilbúin að koma með svona þannig, þetta er að fara að stytta líf ykkar, dæmi, ég held þetta sé sko, þú veist, ég held að samlíkingin við sígarettur sé nefnilega góð út af því að það vissu alltaf allir að sígarettur væru óhollar. Þeir vissu það á 19. öld, bara alltaf. Af því að fólk bara hostaði og eitthvað, samt var eitthvað líka eitthvað, þú verður ferskur og einhver einbyttingu og einhverjar auglýsingar, en innst inni vissu allir að þetta var ekki gott. Svo hérna vitum við ekkert sko sambandi við krabbamein, við vitum alltaf hvað krabbamein kannski fyrir á miðri 20. öldin og byrjum að rannsaka það og þetta byrjar ekki fyrir á 7. áratugnum að vera bara beint correlation og bara þetta sko er óholt, bara svona það er komið eitthvað sem heitir vísindi sko, það sem ég held er að þegar kemur að þessum kultúr, þannig að hvernig þú innbyrðir upplýsingar og hvernig það grillar á þér heilan við vitum öll að þetta er óholt vitum alveg að þetta er ekki gott að sjá eitthvað 3 ára barn vera bara skruna en við höfum eftir að fá bara því hart empirísku rannsóknarniðurstöður og þær munu koma og það verður fyrst eitthvað svona og núna eitthvað svona Þorgrímur Þráinsson áræði við því en svo verður það bara no-brainer eftir einhver ár það sem verður bara komur á að spá eins og með sígarettur. Já, ég er endar gaman að segja frá því, ég held ég sé með þátt frá einmitt árinu 2019 sem að ég gaf, eða snemma árs 2020 þar sem ég sagði nákvæmlega þetta sko. Já, ég bara sagði að þetta yrðu sígarettun og ég held að þetta sé rétt hjá þér sko, ég er að kenna náttúrulega úlingum og ég segi bara við bara eftir hvern einasta tíma þá segir ég bara því minna sem þið eru í símanum því minna heimskverði þið verðið heimskari að vera svona mikið í símanum og það kann að hljóma bara eitthvað svona hvasst en það er eins og þú segir sko að þetta er samt svolítið eins og segja bara ekki reykja núna út af því að það er mjög vont fyrir ykkur og það er hljómar leim og eitthvað þannig en samt og allir krakkarnir gera sér grein fyrir því og mér reyndar til mikilvæg gleði þá koma þessum Timmin og segja Tóti skjátími minn er orðin komið niður fyrir 2 tíma maður ertu ekki ánægð með mig af því auðvitað er allt sem er í lagi í hófi og allt það og hins vegar virðist mjög margt við þetta að vera ávanabindandi og bara löngu búið að sanna það og allt saman forritað til þess að vera ávanabindandi og fíkn, þú veist við þekkjum það að það er eitthvað samt sem er verið að stútir alltaf meira og meira en fíkn er ekkert grín sko ég meina þetta er bara það er verið að sækja inn á sömu heilastöðar og er búið að vera manipulera fólk með í árþúsund sko fólk er búið að vera með fíkn í áhættu, spilafíkn og þess að þar í eitthvað kynferðislegt og það er allur vendist inn að þeir keyrir út á eitthvað svoleiðis og fíkniefni og áfengi og eins lengi við höfum haft það þannig að þetta er einhverja heilastöðar sem að því miður er aðeins verið að misnota í þessum bransa en það er samt sem betur fyrir bara hluti af framþróuninni í upplýsingatækni og þess að það er sem betur fyrir mjög margt jákvætt sem við verðum að þróa líka sem að er að bæta okkur og jafnvel gera okkur gáfaðari einhverju leyti. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson.
Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, akkurat. Það langar mig einmitt að tala hérna hvernig þetta snertir samskiptin. Út af því að núna eru öll samskipti með einhvers konar snertiflöt við rafræn tengsl. Já, flest allavega, já. Já, í flestum tilfellum. Við koordineruðum okkur í gegnum miðla til þess að hittast hér í rauntíma. Erum síðan að taka þessi samskipti upp sem að vera miðlað í gegnum þessa miðla. Þannig að þú veist, jafnvel þó við séum að hittast í raun og veru, þá það er ekki langt að sækja hvernig við höfum notað tæknina til þess að, svona auka eða styðja við samskiptin. Nei, og svo eins og segi og svona umræður pólitík eiga sér að stórum hluta það voru náttúrulega kaffihúsin áður og svona kakóstofur svona í kringum England. Já. Og hérna sem gaman einmitt að lesa hvernig svona pólitíkin gerjaðist og hvað áhrif það hefði á hérna iðnbyltinguna og fleira en í dag þá er þetta rosalega mikið Facebook, við erum að sjá stjórnmálamenn eru rosalega mikið út af við með svona textuð reels, textaðar sígarettur. Já, einmitt. Og það hefur áhrif á hana hraða og svo er þetta alltaf að verða betra og betra. Ég enda með smá kenningu það hvernig þetta verður í sambandi við svona pólitísk samskipti. Ég held að það muni færast aftur í raunheima. Já. Það er núna þegar gervigreindin er orðin það sterk að hún getur einhvern veginn það er þetta manipulera allt og svona gerfi myndar að verða raunverulegri og þá held ég að við munum svona komast á þann stað að það verði ekki hægt einhvern veginn að gera ráð fyrir því að myndbandi sem voru að horfa á sér raunverulegt. Já. Þá munum við einhvern veginn bara vera krafin það að hittast meiri raunheim. Já, og það verður líka meira gain ef við getum orðað þannig að búa til einhver raunveruleg samskipti. Það að þau verða hlutfallslega meira virði heldur en þau voru áður. Þetta er mikið að vinna og meira heldur en áður að fara í raunveruleg samskipti. Maður finnur þetta í öllu, ekki bara kannski ef maður ætlar að ná einhverjum ávinningi í pólitík, þetta er bara í öllu. Í dag að ná símtala með einhvern, það er verðmætara heldur en að tala með einhvern í síma fyrir 10 árum. Af því að þá voru bara 15-20 símtöl á dag og allt fór fram í gennum síma sem eru svona persónuleg samskipti þar sem þú heyrir röddina í einhverjum. Í dag þegar allt fer fram í gennum eitthvað chat, ef þú tekur upp síman og hringir í einhvern, þá ert þú bara komin í svona, þú veist, að vikt. Já, það er bara vikt og þú ert bara komin nær samningaborðinu og ef þú þjálfar það sem að ég myndi, ef maður væri eitthvað í einhverjum uppbyldismálum eins og þú starfar í, ég myndi alltaf reyna að rækta þetta af því þetta verður hlutfallslega svo miklu verðmætara. Þannig að ef að markmið er að ná forskoti, þá er þetta bara allt í einu orðið tækifæri sem að var ekki, einu sinni var nú að vinna bara standard að allir kynnu að koma vel fyrir, jafnvel að segja nokkur orð og kynna sig. Nú er það orðið svona eins og bara, wow, superpower. Þannig að það er allavega til þess að horfa á það á einhvern nátt, en ég hef svo mikla trú að henni talaða orði og bara ræðum, bara retorík, sem sagt, mælskulistinni, oratoríunni eins og hún kölluð. Ég hef svo mikla trú að henni. Ég held að hún er svo, ég er alltaf, ég tilinga mig bara í rauninni mælskulist. Það er bara það sem ég hef dottið inn í mjög mikið í gennum uppistandið, líka mikið í gennum fyrirlestra og bara stúdir þetta líka hjá öðrum og ég vil meina að það sé rosalega mikið mælskulist líka í tónlistinni. Uppáhaldstónlisti mín er líka rosalega mikið svona þjóðlega tónlist, sagnatónlist, það sem að mælskulistin er bara mjög stór hluti. Þetta er náttúrulega gömul listgrein, hún er eldri heldur mjög margt annað og Aristoteles skrifaði þetta og mjög margir aðrir bæði í fornöld og líka lifði af í gegnum miðaldir og nýöld. Mælskulistin er kjarnaatriði sem stýrir bara dreifingu valds og hugmynda í samfélagi okkar og við höldum kannski einstaklega sinnum að hún sé eitthvað horfin eða farin út. Já. En hún er rosalega sterk og hún er hvergi jafn sterk eins og að tala fyrir framan fólk sem er á staðnum í einhverju svona dýnamísku sambandi við fólk. Og þegar þú ætlar að gera reels eða eitthvað, þessi stjórnmálamenn þurfa að gera, þeir vita ennþá, þetta veit maður líka að maður er búin að vera í uppistandi, þú verður helst að hafa tekið myndbandi upp á fundi með alvöru fólki. Það þýðir ekki að halda uppistand fyrir frá að myndavél og
bara senda það út sem COVID einhver- uppistand. Nei, einmitt, það er bara, þetta verður að vera alvöru þú ert þó allavega að tappa inn orkuna sem var til þegar það var til einhver alvöru samskipti á milli einhver sem stendur á sviði og fólk sem er að hlusta Þú ert 50 maðurinn held ég var að tellja upp bara meðan þú varst að segja þetta 50 maðurinn sem er búin að segja nákvæmlega eitthvað í þessa áttina það að, að það geta komið fram sé svona mikilvægasta eign sem að framtíðar kynslunum munu koma til með eiga. Sérstaklega núna þegar við erum svona færast örlítið frá því maður er að heyra og ég er reyndar að heyra það líka maður er að tala um ungt fólk að það fær kvíða fyrir því að sjá númer sem þið þekki ekki bara sjá númer sem þið bara ég get ekki svarað þessu bara get ekki tekist á við þessar aðstæður og mér finnst þetta alltaf svolítið skrítið mér finnst þetta líka pínu vont svona, þetta getur ekki verið gott merki það sem að koma skal en það verða alltaf einhverju sem að svara númerunum sem þið þekki ekki og standa upp á eplakassa eða á svið eða eitthvað það bara, þeim mun ganga betur held ég sko. Já, en það, þú veist, og þú mynd aldrei það verður aldrei hægt að bæla niður þetta er bara þetta er svo rosalega sterkt Líka sko því að þetta með ég tengi reyndar annað við þetta sem að ég var að segja með það að vera með kvíðin fyrir að svara í síman ég held að þetta tengist líka ákveðinu svona skilningsleysi mann á milli Ég held að sé líka ákveði rótgróði nú varst þú náttúrulega í þáttunum Hatur sem áður sýndir á RÚV þar sem að þú varst að fara yfir svona hvernig samskiptin hefur breyst og hvernig væri í rauninni verið að trekkja okkur upp í það að vera líka með ákveðina svona heift gagnvart öðrum og við varum með svona sameiningakraft að ég er með meiri skilning gagnvart náungan út af því að við erum með sameilan óvinn sem er alltaf rosalega mannlegt en þetta er svona þetta er aukast á svona einkennilegum forsendum þar sem að við erum rosalega mikið einbeita okkur að einhverjum svona ákveðnum atriðum sem við erum ósammála og við trekkjum það upp einhvern veginn til þess að svona ná ég veit ekki hvort það sé athygli eða eitthvað annað en þetta er ég tengi þetta svolítið við þetta svona við erum með rosalega mikið skilningsleysi gagnvart hvort öðru ég tengi það svolítið við þetta við séum smeyku það að taka upp síntólir Já, ekki spurning, það er alveg tenginga þar á milli en varandi það að yngri kynslóðir séu haldnar kvíða, sko, það sem ég held að ég held að þetta sé samt eitthvað svona sem hafa aðeins lagst yfir okkur öll, sko og þetta hefur að gera með tæknibreytingar það er smá kvíðvænlegt að veit ekki alveg og hraðin er einmitt mjög mikill og við förum úr komforti einhver samfélag sem vorum farin að þekkja sem við reyndar á Íslandi vorum ekki búin að búa mjög lengi í sem er borgarsamfélagi, við höfum verið sveitarsamfélag landbúnaðarsamfélag með allt öðruvísi gildismati og reglum í árhundruð svo vorum við rifin úr því breytt í borgarbörn og þorpsbúa á nokkrum áratugum vorum nýfarin að venjast því, þá vorum við rifin inn í samfélag skísins eins og ég kalla það sem eru allt önnur lögmál um bara hvað eru verðmæti og hvernig samskipti fara fram og hvernig við hugsum okkar nánustu og hvernig rómatísk samskipti fara fram og svona bara algjör kollvörpun og öllu og þetta veldur náttúrulega einhverju leyti einhverjum kvíða það sem munið sig að gerast og það er bara algjörlega örugt að það er ekkert alltaf kynslóðir verða ekkert alltaf bara kvíðnar og kvíðnari það mun bara koma kynslóð sem verður bara fuck it og er bara ekkert kvíðin og hún bara hrifsar til sem völdin bara eins og þarf og ég held að það muni gerast fyrr en við höldum við erum ég held við þurfum ekki að hafa ágjörð af því að mannkynið sé að fara að deyja úr kvíða Nei, ég hef verið endur ekki það bara er alveg örugt sko, það er reynda það eru ykkur svona almenn sko, prinsip þú sér það eftir því sem lönd verða þróaðari eftir því sem vera lengur þróuð hagkerfi og þróuð iðnveldi þá byrjar fólks fækkun þar að fólksfjölgunin dregst saman og er þá í mestalagi bara keyrð áfram á innflytendum og það er meðal annars út af því að fólk byrja bara að verða svona aðeins stressaðara, vill ekki eignast mörg börn, byrjar að vera bara meira í bómulnum sínum og Íslands samfélag mun hugsanlega okkar líftíma detta inn í þennan fasa við erum ennþá bara eitthvað alveg kílum á þetta bara, 3 börn bara standard og tökum ógeðslega há lán og erum samt ekkert búin að mennta okkur og við veitum ekkert hvernig við ætlum að redda þessu og einmitt þetta reddast, þetta er náttúrulega líka dæmi þjóðfélög sem eru kölluð á í hagfræðilegan hátt vanþróuð en mér finnst þetta bara frá mjög stórkust þetta búið í svona samfélagi og svo alveg á hinum enda hverðans er samfélag eins og Japan sem er oft talið svona með þróuðustu samfélagunum og líka lönd í Vestur-Evrópu, Frakkland, Þýskaland eru líka svona þar sem að fólk er bara byrjað að vera er ekki komin líftrygging á línuna og allir bara með doktorsgráðu áður en þú eignast 1 barn sem þú ert síðan ógeðslega stressaði fyrir og hleypir aldrei 1 út í sjoppu og allur sápakki, það sem er þetta kvíðasamfélag. Ég held að
við munum sjá einhvern ris í þessu og við verða þróaðri innan gæsalappa, svo fólk vita að ég sé að meina með ákveðnum fyrirvara, en ég held að svo á einhverjum tímapunkti þá verður alltaf eitthvað lið sem bara fuck it, ég nefn ekkert að vera kvíðinn, ég ætla bara. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég held að svo kynslóð sé komin, ég held að hún sé kringu svona 12 til 16 ára í dag. Spennandi. Það allavega það sem að ég nem, það sem að, og þetta líka með svona, ég veit ekki, það líka samt eitthvað sérkennilegt við þessa samfélagshreyfingu, ekki að þetta sé einhver svona hreyfing, en það svona rosalega mikið, lemmis þetta eru aðdáendur Snorra Mássonar, alveg svakalega mikið. Svona ung alveg. Já. Það nefnilega málið allavega eins og ég nefni þetta frá mínum bæðurum séð, verandi með svona tengingar hér og þar, að fólk svona kringum 22 ára til 28 ára rosalega mikið ennþá í svona þessari svona frjálslyndu bylgju. Já. Sumir, og ég þar með tala milli kalla þetta svona þessa woke bylgju. Já. En fólk sem yngra einhvern veginn algjörlega búið að segja sig frá þessu. Ég hlusta á stelpu sem var að segja mig frá þessu, hún núna 19 ára og hún sagði við mig já sko allt sem þú ert að sjá í svona fréttum og þannig, fyrsta lagi við fylgjumst ekki með þessu, en í öðru lagi þá engin sammála þessu fólki sem fengið inn í viðtöl til þess að tala hvað allir verður frjálslyndir og eitthvað þannig. Við erum það bara alls ekki. Og ég svona ok, sem svona manni sem hefur haft borið mikinn varhug gagnvart réttrúnaðinum undanfarin ár, þá ég mjög ánægður með það, en ég svona en ég veit ekki alveg svona, ég lýsti þessum daginn að við erum á leiðinni tilbaka með pendúlin og ég það rosa gaman út af því við erum á leiðinni bara frá þessu rugli sem þetta var, en ég veit ekki alveg svona hversu langt fer hann. Já, algjörlega, það alltaf leiðréttingar örugglega í þessu ferli, hins vegar sko við erum vön því við í rauninni tveir höfum þangað til mjög nýlega ekki þekkt neitt annað heldur en það hluti verið bara frjálslyndari og frjálslyndari, af því að bara eiginlega eins langt og aftur og nær þegar kemur allavega ákunnum advanseringu í mannréttindum og fleira, þá það bara þróun sem að byrja bara á miðja 20. öld, mannréttindabaráttan í Bandaríkjunum á 7. áratugnum, svo eru alls konar hlutir sem að opnun landamæra og alþjóðavæðingin sem reynda bara hægri fólki náttúrulega mjög mikið að skapi líka, en þessi hugmyndu það við séum bara alltaf að vera meira eitt mannkinn, frjálsför vinnuafls, tökum á móti innflytjendum, jafnvel líkaliseringa á eitilum, bara allir þessu hluti, alltaf að vera frjálslyndara og frjálslyndara, kynslóð fram á kynslóð, og við bara, þegar við horfum tilbaka og sjáum við bara svart-hvítt sjónvarp, bjór var bannaður og svo það alltaf eitthvað svona að vera að gefa okkur einhverja meiri. Og svo það annars vegar, það frjálslyndi, svo hins vegar kannski þetta að gæta betur að minnihlutahópum og samkynhneigð og fleira, allir þessi félagslegu réttindi, alltaf svona advanserað, og við einhvern veginn bara einhvern veginn í okkar huga held ég sem skilir bara því lögmáli að þetta bara haldi alltaf áfram og það rosalega spes sko fyrir okkur að horfast í augu það að það kemur kynslóð sem að vill fara aftur eða, vill setja stopp á eitthvað, eða bara, hvort sem það eitthvað einmitt pendulið fara allt og langt eða eitthvað rosalega drístart, út af því að við höfum ekki svör við ungu fólki, sko, það ekkert, öflugt og ung kynslóð með skoðanir, þú veist, það bara upp á bara öll rökin, sko, við erum bara búin að taka þessu sem sjálfsögðum hlut, bara auðvitað kemur ungt fólk og við verðum gamli farturinn okkur verður kastað burtu á þeim forsendum, svo bara ef þetta öfugt, þá við erum svo kjaftstopp, gagnvart því.
En ég vil samt meina að það sé svona ábyrgðar hluti, bæði þó að við séum ekki alveg á sömu línunni í pólitík, það er ábyrgðar hluti okkur báðum held ég að passa einmitt að einhver hlutir fari ekki út einhverja öfgar. Þegar ég segi ábyrgðar hluti eða það, maður þarf að tína fram alla jákvæðu og góðu hlutina við það sem hefur áorkast undanfarna áratugi. Og það er alltaf læg líka að telja fram eitthvað sem er örugglega mjög langur listi hjá þér yfir hluti sem að kannski gengur of langt eða voru ekki nógu velheppnaðir. Þú veist, maður þarf ekki bara að vera einhverjum halleluja-söng, en ég held að þegar kemur að félagslegum réttindum þá vill enginn fara aftur til 1950. Þegar kemur að stöðu okkar í alþjóðasamfélaginu vill enginn fara aftur til 1950. Við höfum bara að vera þakklátt bara fyrir EFTA, EES, bara alþjóðasamningarna sem tryggja okkur aðgengi að alþjóðamörkuðum. Þetta er bara ástæðan fyrir því að lífið er ekki eins og það var 1950 og þó hafi alveg ýmislegt verið fínt í 1950, þá bara, ég veit það ekki, ég held að það sé ekki swap sem við myndum vel að gera, sko. Nei, ég er alveg hjartanlega sammálaður þar og sérstaklega í íslensku samhengi, þá myndum við náttúrulega alls ekki vilja vera þannig að þó svo að eftirstríðsárunni hafi eflaust verið spennandi þannig kringum Marshallplanið og fleira, en ég held að í samhengi við lífskjör þá náttúrulega værum við alls ekki til í þau skipti. En það eru rosalega margir, svo er ég grípið hana, það eru rosalega margir í einhver svona make Iceland great again feeling, hann er lúmskur sko, af því þetta er ekki bara hægri fólk sem er í einhverju svona, þetta var frábært í gamla daga, þetta er líka vinstra fólk, það heyrist rosa mikið í þeim svona, þú veist, hugmyndum það var miklu meira stolt og fólk tengdi miklu meira við framtíðar hugmynd, þú veist svona, við vorum svo duglega að byggja veginn okkar og brýrnar og svona þetta dæmi er farið að heyra svolítið og þú veist. Ég nefnilega sko út af því ég náttúrulega talað mikið útlendingamál og kulnun sem er svona mér finnst mjög gaman að spá í hlutum sem við tölum á næsta kjörtímabili. Já. Það er að segja, það er ástæðan líka fyrir mig langar alls ekki í stjórnmál. Það er bara þetta þegar ég er bara að pæla í þessum svona hlutum, að einhverju leyti svona framtíðar hugsun, en ég er oftast að reyna að meta. Það var frábært þegar að Sveinbjörn hagfræðingur, Stefán Ólafsson, Ólar Ragnar Grímsson voru að taka rökrar við Milton Friedman sem að Bogi Ágústsson var að stýra umræðum. Allir með stór glerugu sko. Já, rísa glerugu. Og þar segir Milton Friedman sko að ég er annars vegar með mínar pólitísku skoðanir en svo er ég með greinandi. Og þegar ég er að tala til dæmis eins og útlendingamálin og svona þessi hversumál þá er ég aðalega í greinandi hlutverkinu út af því ég tel að til dæmis pólitíska eftirspurn minni koma til með að leiða okkur í ákveðin veg og ég tel mér reynda að vera búin að vera að segja það núna til dæmis eins og með útlendingalöggjöf Þorbergar Sigríðar sem hún er að leggja fram núna. Ég ætla ekki að henda þér í útlendingamanni, ég bara segi þetta sem dæmi að þá sagði ég að það er óumflýjanlegt að þetta verði að veruleika í eitthvað svona og ég reyndar held að við séum bara að sjá núna toppinu í ísjakanum af því hvernig það verður. Já. Og ég er sammálaður sko, þú veist að maður þarf að bera ábyrgð á því hvernig maður talar þetta og fleira en ég aftur á móti til svona við sjá fram á það mikla samfélagslega breytingar þegar þú ert að tala svona þetta svona make Ísland great again eða míga eins og sem er að stríða mér stöldið fyndi miklu vanmetnari breyta og núna við sjá miðflokkinn sem er að bara rísa og rísa. Við erum alltaf 10 árum á eftir hvað hlutir eru í Bandaríkjunum og já, í rauninni er þetta ekkert flókið sko að nema þetta. Þegar ég er að tala þessi mál að þá fæ ég svona skilabóð þú spottaði þetta og hugur akkur að segja þetta. Svona... En ég er að segja þetta svona ískaldur greinandi núna sko að sko stór þjóðfélagsleg trend þau koma fyrst í gríðarlega dýnamískum og stórum samfélögum. Ég meina Bandaríkin eru þrátt fyrir allt ótrúlega stórt og dýnamískt samfélag. Dýnamískt þá meina ég bara að það eru svo mikið af stefnum og strömmum þar, fólk með mismunandi uppruna og þetta sprettur upp 10-15 árum fyrr þar heldur við sjáum þetta í svona homogenísku minna samfélagi eins og hér. Og þetta eru bara svo margar breyting, þú veist, ég meina nákvæmlega eins og mannréttindabarátta á fleira var orðið miklu advanseraðari í ákveðnum kreðsum í Bandaríkjunum bara, þú veist, upp úr 50-60 þá erum við ekki að taka sömu skref til dæmis eins og vanandi hinsegin málefni og fleira fyrir miklu seinna. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, bara eins og Jim Crow, ég meina norðrið og suðrið, en þó svo að norðrið hafi reyndar
við alltaf málað upp í hérna borgarastyrjöld Bandaríkjanna var alltaf málað upp sem eitthvað rosalega liberal einstaklingar voru náttúrulega mjög miklir rasistar líka en voru hérna með svona aðra hagsmuni líka inn í þeirri baráttu allri en hérna, mér finnst þetta hérna áhugavert líka bara upp á það að gera maður finnur alveg fyrir og ég var að ræða þetta við Ardísi Önnu, hún var hérna hjá mér í fyrradag og þar var ég að segja bara að það sem að fólk ekki að segja á netinu örugglega svona svo breyta sem við vanmetum hvað mest í þessu til dæmis eins og með öll þessi svona eldfimu mál að þá kannski talað hinn þögla meirihluta ég held að hann sé jafnvel vanmennari heldur en að við teljum hann vera sérstaklega þegar kemur að svona stjórnmálaskoðunum og þess vegna finnst mér og ástæðan líka fyrir að tala gegn réttrúnaðinum sérstaklega einmitt þetta að mér finnst mikilvægt að draga þetta upp á borðið út af því að ef að fólk sem með mismunandi sjónarmið eins og ég tel mig ekki vera neinn öfgamann eða eitthvað þannig ef við ræðum þetta ekki, þá alveg fólk sem eru öfgamegin í lífinu sem alveg tilbúið til þess að ræða þetta og ekki áendilega málarlegum grundvellir. En þetta kemur samt svona inn í svona grunnhlutverk stjórnmála. Sko stjórnmála eru þrátt fyrir allt og mér finnst ekki skammarinn þau eru ákveðin upphafning eða leikrit hugmynda. Þar sem að þau eiga að endurspegla raunveruleikann en þau eiga samt að vera hugsana aðeins göfugri og upphafnari hluti skoðanaskipta. Þess vegna erum við með alþingi og fólk bara í jakkafutum og drögtum og það eru reglur og hæstvirtur og allt þetta sem hefur verið gagnrýnt bara, akkur þetta ekki bara real talk, bara hérna alvöru kaffistofa sem fólk að segja meiningar sínar tæpi tungulaust. Það út af því að við þurfum buffer og við þurfum að vanda okkur og slétta út öfgar, taka út svona mestu öfgana og reyna að finna sameiginlega fleti með einhverju sem hefur verið gennum tíðina með einhver svona hegelsk umræða hérna, einhver setur eitthvað fram og mótbáruðar einhver svona heimspekileg umræða þar sem að við stefnum samt einhvern veginn að sama svona einhverju þróaðara markmiði og við skulum aldrei gleyma samt þessu sko, að stjórnmál, jafnvel þó að sé einmitt bara mjög hérna radikal skoðanir í heitu pottunum út allt, þá ekkit óheilbrigt þó að stjórnmál sé búin að slétta út og þetta komi ekki allt saman fram þar og það sé ekki nákvæmlega sem umræður á alþingi eða þá að fólk skili ekki nákvæmlega öllum þessum skoðunum beint inn í kjörkassan að því fólk aðeins í sparifjötunum og það kannski kann að hljóma eins og eitthvað skammarir eða þú veist eins og eitthvað hræsni en við þurfum samt líka svolítið að vera í sparifjötunum svona einn á milli. Já, ég er bara sammála því sko, ég myndi ekki vilja sjá einhverja svona real talk menningu inn á alþingi, ég held að það væri bara sérkennilegt sko. Já, en við erum hérna það allavega ekkit svona hérna upphaf og endir alls sko, allt nákvæmlega sem farið fram í hugskotssjónum fólk sko endur speglist í stjórnmálum og hvað þá síðan bara löggjöf og fleira sem við verum að hugsa til lengri tíma. En ég hins vegar munar örugglega eitthvað einmitt og gott að þú sett komið hausinn inn í næsta kjörtímabil. Þú veist það alveg ótrúlega skýr trend sem að munu blasa við hér á Íslandi sem við erum bara búin að sjá erlendis. Ég meina það þægilegt að vera greinandi, framtíðargreinandi á Íslandi því að það yfirleitt bara búið að spila alls konar hluti út annars staðar. En það sem líka hægt við á Íslandi er það að því við erum lítil þá getur þetta svolítið yfirtekið samfélagið. Þú veist í Ameríku, í stærri samfélögum þá geta allavega margar hugmyndir grassera á sama tíma. Svo mjög áhverð, ég bjó hann í Kanada, norður-amerísku samfélagi sem hérna, ég bjó hann 2014-2017. Á þeim tíma var Jordan Peterson að rísa upp hann frá University of Toronto, fór frá því að vera einhver quirky sálfræðikennari með einhverjar meiningar yfir það að vera bara í gegnum miðla eins og þessa, bara hlaðvarp og fleira, var bara einhverjum rísastórum opinion maker í heiminum. Á sama tíma var hérna í öðrum háskóla þarna í Toronto sem heitir York University, þar var fyrsta druslugangan farin, það var nokkrum árum fyrr, en þú veist þessi svona skila skömminni, kultúr, rosalega margt sem tengist svona félagslegum réttindum sem hefur verið að miðla í gegnum samfélagsmiðla, þær hugmyndir voru líka að spretta fram á svipuðum tíma í sömu borg og við þurfum bara að passa okkur hérna á Íslandi að verði ekki bara með aðra bylgjuna. Þú veist að því í öllum þróuðum og dýnamískum samfélögum þá eru fleiri en ein bylgja í gangi og það jú, ég meina Ameríku núna, ég meina þeir eru bara svo þekktir fyrir svona dualisma en það búið að vera náttúrulega hérna Trump núna með sitt annað kjörtímabil hérna og fekk
góða kosningu og allt það, en þetta samt, við samt ekki gleyma, þú veist, þetta eru 60 miljón atkvæði móti 45, eða nákvæmlega hvernig það var, ég man hvernig þetta þú veist, þetta samt bara, Kamala Harris hefði getað farið, þú hefði bara verið keyrt á hinu í 4 ár, sko. Hitt fólki hann alveg líka. Já, nei, mér finnst það mjög áhugavert, sko, þess vegna, ég gerir náttúrulega þátt það hérna 2024 að hægrið hefði unnið, sko, en það átti eftir þess að, þú veist, við áttum eftir að sjá það hins vegar, en í rauninni væru öll púslin komin á réttan stað, sko, til þess að myndi, eða skákborðið var nákvæmlega þannig að það myndi bara vera óumflýjanleiki, sko. En það sem við erum að gera á Íslandi, að því við erum svo mikið í samstöpustjórnum og erum ekki í svona dualisma, að við höfum kannski ekki leyft, sko, hugmyndum að keyrast áfram. Við vorum í 7 ár með bara einhver í rauninni pólitískan óskapnað, sko, stjórn þvert yfir flokka. VG, Framsókn og Sjálfstæðarflokk saman í bara svona einhverju sem var hérna með sterka leiðtoga og stór hluti af þessu tímabili var COVID og bara svona óvenjuleg tími í pólitík, en þarna ertu svolítið að fresta því að það sé verið að spila út, sko, raunverulegum vilja í einhverju pólitískri hugmyndafræði og við erum svolítið með þetta líka núna. Við erum svona einhvern veginn með, þú veist, Viðreisn var að lofa, þú veist, ég held að margir hafi kosið Viðreisn og viljað kannski svona sjá einhverja hægri stefnu keyrða út, kannski hliðhólla einhverju jafnvel fjármagnseigendur eða eitthvað fleira hafi hugsið gott í glóðarinnar að Viðreisn geti sinnt þeirra hagsmunum, en svo fólk að sjá skattahækkanir og sem kallar reyndar einhverjum allt öðrum nöfnum. Já, en ég bara segja, já, algjörlega. Og það er mjög sérstætt náttúrulega. En talandi það, endum þetta á specia.is. Já. Og sko, kannski ein erfið, út af því að núna er mikið stressað fjármagn í umferð. Það er mikil gerjun bæði í alþjóðamálum. Það er svona, ekki segja ótryggt, en svona sérkennilegt. Já, það er mikil óvissa. Mikil óvissa í rauninni. Já. Á Íslandi jafnvel. Já. Er þetta besti tíminn til að vera að koma með svona fyrirtæki? Það eru alltaf svo mikla breytur í þessu. Sko, það gæti náttúrulega verið besti tíminn, ef þetta er kerfi sem að virka betur, þá náttúrulega gæti verið betra upp á hreyfanleikann, sko. Já, og maður getur aldrei vitað algjörlega, en það eru alltaf svo marga breytur og að fjárfesta erlend til dæmis núna með íslensku krónum gæti verið gott út af því að krónan er frekar sterk núna og hún er svona sögulega líklega að fara að gefa eitthvað eftir, eða þú veist, og þá er gott að vera með erlendar eignir og þá farið fleiri krónur fyrir það og þú ert að eða íslensku krónunum hér eða þú ætlar að vera í íslensku hagkerfi, en þú veist, maður getur ekki alveg vitað þetta, hún getur haldið sterk áfram og getur jafnvel bætt eitthvað í, en svona sögulega þá er hún frekar sterk. Það er talað að Bandaríkin séu svona svolítið hátt metin, bandarísku markaður, munum kannski gefa eftir einhver leiðrétting framundan, en það kemur aftur inn á óvissuna að það er búið að baka inn einhverja væntingar með það að gervigreind og tekninga muni fleyta okkur áfram í mikla hagræðingu, svona svipað eins og upplýsingatækni bólan kannski enda fyrir 2001. Þetta eru samt ekki kannski svona einhverju brjáluðu bólu samhengi, það er bara búið að baka inn einhverjar væntingar þetta og það er svona útsýð það hvernig það spilast út og það getur vel að verða einhver leiðrétting og líklega fyrir þetta sama prinsippi og allt varandi nýsköpun, þar sem við erum að ofmeta áhrifin til skemmri tíma en vannmeta þau til lengri tíma. Ég held að gervigreind og advanseringar í upplýsingatækni séu að fara að skila mikill hagræðingu til næstu 20-30 ára. Ég held að það sé algjörlega öruggt og sér það bara á hvað þessi tækni getur leyst mikið af mannlegum störfum að hendi og þess áttar. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Eru það að pæla í þessu út frá gervigreindarsjónarmiðinu? Þú veist, eru það að horfa á þetta sem tækni nýjungadæmi? Eru það sem tækni þjónustu? Já, tala hvað í fjárfestingarstefnunni? Ég bara, í rauninni bara, út af við vorum að tala um sérstöðun áðan, þú varst að tala um að það væri betri þjónusta, bankarnir eru eitthvað mikið og þar alveg er þetta straumlínulaga eitthvað, mikið þjónustugjöldum, en svona upp á framtíðina, þegar þú ert framtíðarfræðingur, er það að sjá fyrir ykkur nota tæknina til þess að koma þessu á gervigreindan jafnvel, eða er það? Já, þegar framtíða stundir mögulega gera það líka, en bara til þess að halda öllu til haga, passa upp á upplýsingaóreiðu, halda upplýsingum til haga. Fjárfestingarstefnun er slíkri, hvað við fjárfestum í fyrir okkar umbjóðendur
það bara cross the board, það ekkert einhver sérstök áhersla á tæknifyrirtæki eða einhver, það bara tiltölulega íhaldssöm fjárfestingastefna, það sem hefur verið að fjárfesta í bara Fortune 500 fyrirtækjum og vístölusjóðum og bara, bara hráefnum, örugglega gullinu bara sem að þú hrifin af og bara tekin bara mjög breið lína í mjög mikill áhættudreifingu. Þannig að þetta alls ekki fjárfestingastefnu sem hefur verið að keyra áfram, sem hefur verið að trúa sérstaklega á upplýsingatækni, gervigreind eða tækni umfram eitthvað annað. Þannig að fjárfestingastefnan bara mjög íhaldssöm. En þetta munum við alltaf þurfa öll þessir háfni og allt líka til þess að keyra áfram tæknina. Þannig að það bara það stefnan hvað það varðar. Varðandi hvernig okkar fyrirtæki byggt upp og hvernig við veitum þjónustu, já, þá er þetta tæknifyrirtæki stofnað eins og ég nefndi áðan af hópið sem leiddur af Georg Lúðvíksinni sem stofnaði Meninga og er bara mjög mikill fjártækni hugsuður og já, við höldum að þetta bara óumdeilt, það eru miklar breytingar sem eru að kötta út milliliði, til dæmis í greiðslumiðlun og fleira sem hefur verið að þróa núna og við getum átt viðskipti með aðkomu færri aðila og með infrastruktúr sem keyrður áfram bara af færri höndum, færri mannlegum hugum heldur við gátum gert áður og við erum að þróa allan okkar infrastruktúr þannig að hann sé svona future proof og geti jafnvel einfaldast enn meira þegar að framlíða stundir. Var þetta notkun á gervigreind, þá það kannski meira til þess að veita kúnnunum fjármála ráðgjöf þegar framlíða stundir, þetta ekki eitthvað sem hluti af okkar þjónustu frá fyrsta degi, en ekki til þess að ákvarða fjárfestingastefnuna sem slíka, heldur til þess að miðla því af hverju einhver ákvörðun tekin varðandi fjárfestingastefnu, til þess að miðla því af hverju þú þetta hafa akkur þetta gæta því að núna voru kannski settir á einhver alþjóðlegu tollar eitthvað þess að þá lækkar virði eigna í Bandaríkjónum eða svo framvegis þess að miðla þessum hlutum til að gera fólk rólegt með fjárfestingu sína til lengri tíma. Þetta er eitthvað sem við viljum pottet nota tækni til þess að skoða í einhverju framtíðar plönum þessa fyrirtækis. Þetta verður spennandi og svo bara svo það komist til skila líka, þá var þetta ekki greidd auglýsing eða neitt þannig. Ég er bara raunverulega spenntur fyrir því þegar fólk fer í rekstur, ég peppa það alltaf. Ég er alltaf ánægður þegar sérstaklega í litlu íslensku hagkerfi við fáum nýjungar sem að geta nýst hverjum sem er. En Bergur Ebbi, mjög áhugavert eins og alltaf. Þetta er annars skipti sem þú kemur. Ég fæði einhvern tímann aftur. Já, það er langt síðan síðast, það bara látum líða styttra á millina næst ef að. Til í það. Takk æðislega fyrir að koma, þangað til næst. Já, takk fyrir.